Þetta var Elvis, þið eru að hlusta út af Pavarotti í Sandgerði klukkan 5, ég heiti Sjöfn og ég ætla að sitja með ykkur til klukkan 7. Hér hjá okkur í hljóðstofuna kominn ágæti gestur. Þetta hinn landstekti en leið umdeildi leikstjóri Ámundi Haukur Hafliðason. Velkomin Ámundi. Já, þakka fyrir, ertu nóg með kaffi hérna? Já, gjör svo vel, það er þarna í konunni. Já, takk. Segðu mér Ámundi. Mjólk? Já, hún þarna í litla ísskapnum. Já. Ámundi, þú ert... Sigur. Sigur? Nei, það var ekki það sem ég ætla að... Já, nei, fyrirgeðu, miskildi. Sigur, hann þarna upp á hillunni? Já. Þú hefur í gegnum tíðina verið umdeildur leikstjóri og túlkanir þínar, ekki síst á Shakespeare. Þær hafi ekki allar verið hefðbundnar. Áttu eld? Já, eld, fyrirgeðu, já. Já, veitu, hvað varst að segja? Já, sko, ég var að segja að þú værir umdeildur leikstjóri. Já, auðvitað er ég umdeildur. Allir stóri listamenn hafa verið umdeildir. Nú, list verður að vera umdeild. List sem fellur í ljúga löð, það er bara engin list. List verður að prófókera. Prófa hvað? Samtíminn hefur aldrei kunnað að meta sína snillinga. Ég tel til dæmis mjög vætaratriði að lesa típurnar rétt í hverju leikriti fyrir sig. Oft hefur aldagamall misskilningur vaðið uppi og engum finnst neitt athugavert við það. En svo leið og maður bendir fólki á hvernig á að gera þetta, þá skilur engin neitt í því hvers vegna það og það leikritið hefur leikið svona kolvitlaust í gegnum tíð. Já, við skulum aðeins staldra við þetta atriði. Það var margir velti fyrir sér að hverju þú ferð þá leið sem þú kýst í uppfærsluðinni á Rómeó og Júlíu. Sem sagt, sýningin hefst á því að það er geimfar sem lendir með reik og hávaða og Capulet fjölskyldan sem sagt frá annarri plánetu. Segðu mér, hvers vegna er Júlía 1,40 á hæð, græn og með fálmara á hausnum? Sjáðu til að skilja þetta rótgróna hattur og þennan mikla mun á fjölskyldunum, þá verð ég að undirstrika fjarlæðina á milli elskendana. Ég verð að gera fjarlæðina ekki bara andlega, heldur verður hún líka að vera til í rúmi einnig. Hún verður að vera konkrétt þessi fjarlæð, svo að nútímamaðurinn virkilega bara geti meðtekið hann. En telur það ekki bitna á texta Shakespeares að hann að mestu leyti fluttur á morsmáli? Hann morsaður eiginlega textin. Nei, ég tel að hann hafi aldrei verið fluttur á fegurri og skemmtilegri hátt. Nei. Við skulum heyra hér eitt atrið úr uppfærsluðinni á Rómeó og Júlíu. Ég sver við þetta milda mánaskín sem silfur glitar garðsins aldin tré. Við hvað má ég þá sverja? Ef ást míns hjarta og gefur þú mér ekkert ferð svo fljótt Góldið minn eið með ástarleiti þínu. Taka það aftur, ástin í hvers vegna? Svo við höldum áfram að tala uppfærsluðina sem að hafa verið umdeildar. Þá kemur náttúrulega upp í hugan hinn, umtalaða uppfærsluðina á Hamlet, þar sem þú leggst sjálfur titilhlutverkið. Já. Þú leggst hann eins og idiot. Hæ? Ég meina túlkuðinn, þú túlkaðir Hamlet eins og hann væri fíbl. Já, hann var náttúrulega fíbl. Veitu, hvað áttu við með því? Sko, ég hafði aldrei skilið Hamlet, en svo var það bara einn daginn að ég var að hlusta útvarpið, þá heyrði ég lag með Ladda, þú þekkir það á hana? Það var eitt kvöld út af Spáni. Og ég var bara þrjá mánuði á spítala. Já. Og að lemja mig, kremja, þú hefur eitthvað. Og þá kveikti ég, Hamlet er náttúrulega bauni. Veitu, já, hann var danskur. Akkúrat, það er náttúrulega lykillinn að karakterunum. Hann er baunabjálfur. Já, þú segir vel á það. Skulum heyra eitt brot úr uppfærsluðinni á þessu leikriti með Skagaleikflokknum. Vær. Ekki að vær. Þarna Evin. Hvor sem betur sæmi að þreja þolimóðu og í hreinu jæli að öfum ógæfna að gripa vopn á móti börsins brimi og knýja þetta kjörða þegar að sofna vor mín björn. Það er annað Ámundi við túlkun þína á Hamlet sem að fór fyrir brjóstið á ýmsum Ámundi. Af hverju er hann svona vitlaus? Heldur þú að það sé heilbrigt að hanga svona heil og hálfu dagar og tala við sjálfan sig? Já, nei, það er náttúrulega ekki heilbrigt, það er alveg satt. Mér líður stundir svona sjálfum þegar maður er í beinni útsendingu, kannski tímunum saman, talandi svona einn eitthvað út í bláinn bara... Þú segir nokkuð... Sjöfn. Þetta er lykillinn að Hamlet. Hann er náttúrulega útvarpsmaður.
Heyrðu, þú hefur alveg reddað mér. Ég heiti Hamlet, þetta er út af ég er farinn. Sitt upp. Já, þetta var, já.